Hérna sem sagt atriði sem að gæti komið fyrir í næsta prófi. Það til dæmis mér dettur strax í hug varðandi til dæmis kraftrásina hérna. Spurning eins og nóg að vera með yfirálagsvörn sem vörn fyrir kapla og mótor í rásinni. Sjáu þið atriði sem að þarf að bæta við. Já, það var í töflu og það kallað skammhlaupsvörn, því að yfirálagsvörnin ræður ekki við skammhlaup. Já, það rétt. Nú, mótor sem svona tengdur, hann kallað beintengdur við net og þá spurning á hvað myndum við stilla yfirálagsvörnina. Það líka spurt í þessu verkefni. Á hvaða straum myndum við stilla yfirálagsvörnina sem sagt. Og það ákveðið nafn á straumnum sem að stendur á mótornum, minnið hvað það kallað. Já, málstraumur. Við stillum þetta á málstraum mótorsins. Og þá það að passa fyrir viðkomandi spennu sem á netinu. Akkurat, það á málspennuna. Og síðan þið vitið af hverju að það þarf að bíða eftir að sé hægt að endurræsa yfirálagsvörnina. Já, hún þarf að kólna aftur og réttast tilbaka. Já, það vegna þeirra virkni. Og æfing 19a. Hér spurt sem sagt hvernig vöfin liggja í mótornum, sem sagt það á milli þessara bókstafa hérna, U1 og U2 og svo framvegis. Og síðan til þess að tengja í þríhyrning, þá þarf að tengja hérna beint yfir, sem dæmi. Og síðan var prófað að mæla ræsistraum mótorsins með ampertöng. Og það sást ekki ræsistraumurinn vegna þess að ampertöngin hún það hæg, hún getur ekki gripið þetta augnablik, getur ekki séð þennan straum. Þessi straumur verður í svo stutt augnablik og hann hægt að reikna út samkvæmt listanum sem var á blaðinu sem við fórum eftir, og það málstraum mótorsins. Það var í þessu tilfelli þar sem við vorum með 4 kW mótor, 8,8 ampera málstraumur, sinnum margföldunarstuðull sem var merktur IST sem stendur fyrir I-start deilt með I, og það var 5,5 faldur málstraumur. Og þannig að það voru þá 48,4 amper sem eru útreiknuð. En við höfum nú verið að mæla á þessum mótor svolítið stærri straum, jafnvel 6-faldan málstraum. Nú, síðan þekkið það að það sama spenna, sem sagt aðalspenna og fasaspenna í þríhyrningstengingu. Þannig að hlutfallið hér 1 í þessu, og síðan vorum við að stjörnuþríhyrningsræsa mótorinn með þessum handvirkarofa, og það reyndum við líka að mæla ræsistrauminn. Við nálgumst þennan ræsistraum meira með amputönginni, en venjulega þegar við mælum þetta þá það 17 amper, og þannig að þetta sem sagt straumurinn í beinni ræsingu
deilt með þremur, af því að í stjörnutengingunni þá verður ræsistraumurinn 1/3 miða við ræsistraum í beinni ræsingu. Þannig deilum hérna með þremur, fáum 16,13 ampere útreiknað samkvæmt listanum, vörulistanum. Og síðan sáum við það að þegar við snerum við snúningsáttinni með fasavíxlara sem kallaður snari, að þá fengum við líka nánast fulla ræsistraum ef við vorum með hann alveg á fullri ferð mótorinn, og þá atriðið að láta vélbúna stoppa til þess að skemma hann ekki þegar við erum að skila svona snúningsátt með handvirkum hætti. Og hér var útreiknað ræsivægi við þrítengingu annars vegar og síðan stjörnutengingu, en við þurftum að byrja á því að reikna út málvægi mótorsins, af því að það stóð ekki á blaðinu. Þannig að það er þá gert með þessari formúlu, aflið sinnum 60 deilt með pi sinnum snúningshraðinn, og við fáum hérna tölu í newtonmetrum, 64,6 newtonmetra, og það er snúningsvægið, það er bara snúningsvægið. Þessa tölu þarf að margfalda með 2,4, þannig að hér er þetta sennilega ekki rétt nema að sé búið að margfalda hérna með þremur. Ég sé það ekki alveg hérna. Geti ég séð það? Því að hér á eftir að margfalda með 2,4. Síðan er sú tala deilt með þremur til þess að fá út ræsivægi við stjörnuna. Þannig að þetta er ekki rétt í þessari skýrslu, sýnst mér. Ef að 64,6 newtonmetrar eru rétt hérna snúningsvægi við fullt álag. Þannig að það er eftir að sýna það hérna í þessu hér að sé búið að margfalda þessa töl með 2,4, sem að var munur á málvægi og ræsivægi í beinni ræsingu, og svo tala þess vegna fer beint hérna inn. Þannig að þessar tölur hér eru þá réttar, en eftir að sýna það hérna í þessum útreikningum. En allt í lagi. Síðan var mótorinn númer 15 tekinn fram, og það þurfti að stjörnutengja hann við 400 volta net vegna þess að hann var merktur 400 stjörnu og 230 við þrýðning, og við erum með 400 volta net, þannig að við erum að stjörnutengja hann, og hann á að skila 2,2 kW við fullt álag. Þetta er aflið út, og við vorum að bera þetta saman þannig að það var tekið átakið á honum sem var 10 kg, armurinn var 40 cm langur, og hérna þyngdarhröðunin 9,8, og við fengum 39,2 newtonmetra þarna. Síðan til þess að reikna okkur tilbaka í snúningsvægið þá þarf að deila með líklega 2,4. Passa það bil hérna, 39,2 deilt með 2,4, 16, eitthvað. Já, þannig að það er næstu því að það passi. Þannig að það er ekki langt frá lagi. Þannig að þessi mæling getur gefið okkur til kynna hvort að mótor er í lagi eða ekki. Þess vegna. En þetta er nú tilraun til að bera þetta saman. Og hérna var atriði varðandi spennumerkingu og tengingu, og 4 kW mótorinn, hann er í rauninni merktur bara 400 volt, en hann er í rauninni 400/690 volt.
eða reyndar stendur 380 volt á honum, en það væri hægt að tengja hann þá í stjörnu við 690 volta kerfi. Já, hér er villa í þessu verkefni, sjáu þið hana í þessum lið hérna í þessu svari. Hugsiði málið. Hvað er vitlaust við þetta svar hérna? Þið voru með þetta alveg á hreinu í æfingunni. Hvað er rangt við þetta svar hérna? Já. Hvað á að standa hérna? 400, já, það er rétt. 400 hvað? Hvað á að standa meira heldur en 400? Akkurat, hérna verður að standa 400/690 volt vegna þess að lægri spennumerkingin á alltaf við netspennuna. Já, muna þetta rosalega vel. Þessa spennu hérna, sjáðu þessa spennu hérna. Þið verða að geta þrýtningstengt mótorinn við þessa spennu. Þetta er mjög mikilvægt að hafa alveg á hreinu. Svona á það að vera. Og síðan er spurt hérna, hvenær er stjörnu þrýtningsræsing notuð eða ræsir notaður? Að það er þegar að spennumerkingin passar í fyrsta lagi og síðan í öðru lagi að hann má ekki vera of mikið lestaður. Hann sé lítið lestaður eða undir 50% lestun við ræsingu. Þannig að ef að þið væri með einhvern rosalega þungan snigil sem að er mikið lestaður í ræsingu, þá þýðir ekkert að stjörnuþrýtningsræsa hann með miklu álægi. Þá væri betra að nota mjúkræsi. Ok. Og í sem sagt næstu æfingu sem að kemur á eftir, þá þegar að þessi fyrir partur er búinn, að þá farið þið í mjúkræsi sem hefur þessa kraftar á sérna. En það er ekki fyrir þetta próf hérna núna. Það er fyrir næsta próf. Bara rétt að sýna ykkur þessa mynd. Það er ekki það er sérst 19M og hún er ekki fyrir þetta próf hérna. En bara svo að við vitum með mjúkræsina, þeir eru eftir, við erum eftir að taka þá. Og síðan hérna hver verður ræsistraumur meðalstórs skammhjólsmótors meða við málstraum. Og ef við skoðum þetta í þessum listum sem við höfum reyndar gert hérna áður, þegar við vorum að bera saman vægisferilinn og ræsiferil sem sagt með straumnum, að þá hérna er þetta það bil 6 til 7 sinnum málstraumur mótorsins sem að er í svona gegnum gangandi á meðal stórum skamnismótorum. Og við sáum þarna í eldra blaðinu sem við vorum með við 4 kW mótorinn, þar sem var 5,5 faldur, og það var þá fyrir spennumerkingu sem var 380 volt. En ef þetta er með við til dæmis 400 volt, þá er þetta í kringum 6 til 7 faldur málstraumur.
og það þarf maður bara að skoða sem sagt í vörulistum. Þetta sést í vörulistum, þessi tala, þó hún komi líka fram í bókinni, þá er þetta að skoða í þessum vörulistum. Og hér sem sagt er þá aftur á hinn bóginn, þegar ekki er hægt að ræsa skammhljóðsmótor með ID-ræsi. Hvenær er það? Jú, þegar mótorinn er meira heldur en 50% lestaður við ræsingu, og náttúrulega auðvitað þekkið það ef að það er í rétt spennumerking. En þetta er kannski aðalega spurt þegar að spennumerkingi væri í lagi, sko. Þetta er aðalatriðið ef hann er of mikið lestaður við ræsingu. Og síðan hvað er að gæta þegar að snúningsátt er skipt með sem sagt snúningsáttaskipti eða snara, að það er náttúrulega það að þegar við erum með sjálfvirka snúningsáttaskiptingu, að þá er best að hafa tímaliða sem að á sem sagt snara sem að væri stýrðu með segjulega stýringu, að hann væri gefinn tími til þess að hægja á áður en að snúningsátturinn er breytt, til þess að verja vélbúnaðinn. Ok, þetta voru atriði varðandi 19a. Þá skulum við skoða hérna næst að hér í 19c vorum við með mótor sem við settum álag á í álagsvoginni. Það var 2,2 kW mótor og hann var með merkinguna 220/380 en fasaspennan er þar að leiðandi 220 volt, og þá tengjum við hann í þríhyrningu vegna þess að við erum með 220 volta spennugjafa, og þetta er þá hvernig að tengibóksi leit út á honum. Síðan var málvægið reiknað út og það var 14,7 Nm eins og við sáum áður í 19a, og tenging nanovittmælisins er þessi hérna. Við þurfum ekki að kunna hann utan að, hún stendur aftan á mælinum, og hann var tengdur sem sagt hérna við 3220 volta net, og straumur og spenna og afl, launafl og sýndarafl tekið. Og hérna var sem sagt aflan, og það sem að við sáum hér í markveit í þessari töflu var það að til dæmis að skrikunin, hún var reiknuð út bara í snúningum á mínútu, og við dróum sem sagt snúningshraðan sem við mældum hérna frá snúningshraða hverfisegulsviðsins sem er þá 1500 snúningar á mínútu, og við sjáum það að hann hægir alltaf hérna smám saman á sér, og þess vegna eykst mismunur á hverfisegulsviðinu og snúningshraða snúðsins, og þess vegna hækkar þessi tala hérna á skreikuninni í snúningum á mínútu. Vitnin, hún hækkar og helst nokkuð við eftir að við erum komin í hálft álag á hann, og töpin aukast hérna aðalega vegna sem sagt eirtapa í mótornum. En hérna síðan hvernig breyttist aflið. Fyrst vorum við með lítið raunafl. Þá sjáum við það, hér er það í rauninni, sjá, ætli það sé ekki bara hingað, já, það er hérna frá hingað, það er, mælingin er hérna, og 31,33, það er spurning hvort að það er vísað í hérna, já, hérna er það, P út 31,33, já, þeir eru að tækja P út tölunar. Ok,
í þessa vektormynd. En það svona nokkurn veginn sama við hvað maður miðar, bara að sjá mismunin á því þegar lítið álag, þá sýndaraflið nokkurn veginn að sama því að launaflið sem að fer í það að segulmagna mótorinn, það helst eiginlega alveg að sama við lítið álag og svo við fullt álag. En P-ið, það stækkar, sjáðu hérna, það stækkar rosalega mikið og þess vegna verður hornið minna, fasvikið verður minna og raunaflsstuðullinn hækkar þegar að álagið eykst. Þetta var eitt af því sem að við vorum að svara þarna í kaflanum. Hvað gerist sem sagt þegar að ef álag eykst á skammhlaunsmótor, hérna þegar hann álagslaus, þá raunaflsstuðullinn frekar lágur og hornið sem sagt fasvikið stórt í gráðum, en síðan minnkar hornið en raunaflsstuðullinn hann hækkar. Hann alltaf að nálgast 1, hann getur aldrei orðið meiri heldur en 1. Ok? Síðan hérna hefur verið sleppt straum vektormyndinni, en það í rauninni það verið að spyrja það hvað kallast sá hluti straumsins sem að nota til að segulmagna mótorinn, og hann kallaður launstraumur. Og þá hérna það ýmis atriði hérna sem að kannski ekki alveg að fullu svarað í þessari skýrslu hérna, að hérna til dæmis þegar að álagið eykst, sem sagt lækkar snúningur mótorsins vegna aukinnar skriðkunar. Já, þetta sko snúðvöfin. Það vantar hérna að segja snúðvöfin hægar, og þá hérna eykst vægið hans. En við þetta þá minnkar við þessa breytingu, að þá minnkar hérna mótspenna sátursins, og það vegna þess að mótspenna minnkar að straumtakan eykst í mótornum. Ok, og það hægt að tengja mótorinn við 400 V kerfi, það hægt með því að stjörnutengja hann, það rétt, og myndi hann skila sama afli, hann myndi skila sama afli, hann myndi bara taka minni straum við hærri tenginguna. Já, ég ekki alveg viss að þessi tala sé rétt, sko. Minnir þetta sé 3, eitthvað, en það hægt að sjá það náttúrulega. Ok, þá held ég að þessi atriði varðandi þessa skýrslu tæmd, og hér vorum við með 2 segulrofa sem að snéru mótornum í sitt hvora snúningsáttina. Það að segja að í kraftrásinni þá var hérna fösunum víxlað. Við sjáum það hérna að við erum með K1 inni, þá fer L1 inn á mótorinn hérna lengst til vinstri, og L3 kemur inn á mótorinn hérna lengst til hægri. Þannig að síðan, það meðan að K1 inni, síðan þegar að K1 farin út og K2 kemur inn, að þá fáum við sömu röðina að ofanverðu, fasaröðin að ofanverðu á K2 svo sama og á K1, en fyrir neðan þá víxlað. 2 fer yfir á 6, þannig að þá fer L1 núna lengst til hægri,
og síðan L3 fer lengst til vinstri inn á mótorinn. Þannig að mótorinn stundum merktur svona, þá skiptir raun ekki máli hvort að hann stjörnutengdur eða þríhjólstengdur, hann bara rétt tengdur samkvæmt því neti sem hann tengdur við. Þannig að það ekki alltaf að það sé sýnt tengibretti á mótor svona, í svona teikningum. Það lærum við meira í 464 áfanganum en atriðið varðandi þetta það að hér þurfum við að koma í veg fyrir það að K1 og K2 komast inn samtímis. Munið hvað gerist ef að þeir kæmu óvart inn samtímis, þessi segurófar? Hvað gerist þá? Það verður skammhlaup. Akkurat. Það vegna þess að K1 hann tengir til dæmis fasa L1 og sem myndi tengja svo beint í gegnum K2 inn á L3. Það má aldrei tengja saman einhverja fasa beint. Þið þekki það, því þá slær náttúrulega bara öryggið út. Þetta má aldrei koma fyrir. Svo að við skulum rétt að skoða hvað það sem að passar upp á þetta að verði ekki skammhlaup. Það eru þessar snertur hérna. Víxlsnertur, það snerta mert 21 og 22 úr K1, það þessi snerta hér, og svo hins vegar snertan 21 og 22 úr K2. Já, þeir taka bara hvern annan út. Einmitt. Þetta nú aðalmálið í þessu. En ég held að allavega að þessu sinni að þið verði ekki látin tengja þetta upp, en það getur komið til greina í framtíðinni og það hefur verið gert áður að fólk þurfa að kunna þessar teikningar undan annað, en ég ætla ekki að gera það núna. Já, það bara teikninguna á. Nei, þið bara að teikna þessa mynd upp frá minni, já. En það verður ekki þannig fyrir þetta próf. Þannig ég held að ef það engar sérstakar spurningar, það var spurt eins og fyrir hvað eru tengisnerturnar. Tengisnerturnar eru kallaðar þessar sem að tengja. Þessar 13 og 14 og 43 og 44. Rofsnertur eru hinnar kallaðar. En hlutverk tengisnertana, munið þið hvað það var? Hvaða hlutverk hefur þessi snerta hérna? Hvað kölluðu þessa snertu í daglegu tali? Þessa sem við merkjum. Já, þetta sjálfheldan. Já. Akkurat. Eftir að við erum búin að sleppa þrýsti rófanum, ræsirófanum sem sagt, og í þessu tilfelli á bandinu þegar þurfti að vera inni hlutur á endanum, að þá kemur þessi sjálfhelda inn og heldur straumi á segulspólunni þar til að við komum til dæmis yfir á hinn endan á bandinu. Þá rýfur S5 strauminn að henni, og það þýðir það að K2 hann fær ekki straum fyrr en að K1 fallin tilbaka. Sjáðu. K1 verður að slökkva á sig fyrst. Þá fær loksins K2 straum, og þannig virka víxlsnerturnar. Útiloka það að báðir segurófarnir geti verið inni samtímis. Akkurat, og hérna hinn sjálfheldan fyrir K2, og þessar snertur voru bara til að gefa samband út á gömljós. Allt í lagi, þá held ég að við séum búin að fara í gegnum alla atriðin í F-æfingunni, já. Ég held að sé ekkert fleira hérna. Og hér stjörnu 3 ræsing með segulrófum og tímaleiða, og þess vegna hún sjálfvirk. Það 19G æfingin. Við erum með 4 kW mótor, og það átti fyrst að lýsa rásinni, og
þá er nú aðalega til sátt að segja á því í hvaða röð segulrófarnir koma inn, og við getum farið yfir það. Það er hérna, við sjáum að K2 er hérna fyrstur. Af hverju er K2 hérna fyrstur? Jú, hvaða hlutverk hefur K2 í kraftarásinni? Sjáðu það, þetta er K2 hérna. Hvaða hlutverk hefur hann? Að tengja einhver með á því? Hvaða hlutverk hefur K2? Nei. Við erum búin með 19F. Þetta er ekki, hérna erum við ekki að víxla snúrusátt. Já. Þarna þurfum við að já, það er að tengja saman. Þegar K2 kemur inn, þá er þetta samtengt hérna, og þá erum við að tengja saman 2F2, U2 og F2 hérna. Enda, alla enda sem eru merktir 2, þá búum við til stjörnutengingu. Já, það er það sem að K2 gerir. Þetta breytir snúningshraða. Þetta var... Já, hann náttúrulega, sko, við erum að ræsa mótorinn. Þetta hérna er ræsi aðferð, stjörnuþrýstingsræsing. Og aðal tilgangurinn með stjörnuþrýstingsræsingu er hver? Að lækka ræsistrauminn. Það er fyrst og fremst það, til að lækka ræsistrauminn. Og hann verður í rauninni 1/3 miðað við beinaræsingu. Þess vegna vorum við í æfingu 19a að deila með 3 í ræsistraum við beinaræsingu. Það er ræsistraumur við stjörnuna, þegar við deilum með 3, og þá þarf náttúrulega höfuðrófin að koma líka inn, og í stýrirásinni þá kemur K2 greinilega fyrst inn og svo K1. Ef að skoða það, við setjum straum með ræsirófunum hérna, S2, og gefum straumur hérna beint niður á K2. Sjáu það kemur hérna S2, 3 og 4 snertan tengir, og þá kemur straumur hérna á K2, og þegar K2 kemur inn, þá er þessi snerta hér, 13 og 14, hún er sjálfheldan fyrir hann. Það er svo snerta hér sem að gefur okkur straum hérna, sjáu þið, þessa leið yfir á K1. Akkurat. Þannig að K1 kemur augnablikki seinna inn og tekur sjálfhelduna hérna, og það er ekki fyrir en hann er komin inn að við megum í rauninni sleppa S2. En þetta gerist í augnablikki, sko, og þá tengja báða þessar snertur. Og hvað gerist svo? Sko, K11, hann er tímaleiði. Það vantar að merkja hérna tímaleiða táknið, hann er seinna inn. Það ætti að vera hérna kross inn í kassa, litlum kassa hérna við hliðina, til þess að merkja að hann er seinna inn. Þetta læruðu við í 253 í æfingu 2.8. þá vorum við með tímaleiða, og eftir ákveðin tíma, þá þegar að mótorinn er komin á ákveðna ferð og hættur að auka við hraða, þá stillum við tíman þannig að hann skipti sér, þá rýfur þessi snerta eftir innstiltan tíma, tekur strauminn af K2, og við það að K2 fer út, þá gefur K2 samband inn á K3 hérna með þessari snertu 21 og 22, og tengir hann hérna K3. Og hvaða tenging kemur þá á mótorinn? K3 og K1. Jú, hann er búinn að hérna rjúfa strax, hann byrjar á því strax fyrst að rjúfa strauminn
eða taka þessa tengingu í burtu leið og hann gefur straum inn á K1. Þetta gerist í upphafi. Já, þetta gerist í upphafi. Að K2 hann kemur inn, hann tengir hér, hann rífur hér. Þannig að K3 fá ekki straum strax. Svo þegar að K2 örugglega fallin út, þá má K3 koma inn og tengja þríhyrningin. Jájá. Að gera að vera með þetta alveg að hreinu, og þá þegar að K2 farin út, búin að losa þetta hérna burtu, þá kemur K3 inn og þá setur hann sama fasa. Þess að við sjáum hérna lengst til vinstri, hann kemur hérna á U1 og hann á að koma yfir á 2,2 er það ekki, og það er það sem að K3 gerir, hann tengir fasa L1 getur við kallað hann hérna inn á 2,2 og tengir beint yfir, og sama með miðjuna, tengir beint yfir og síðasta hérna tengir út á beint yfir frá 2,1 yfir á 2, og þá eru konum við þrýting á mótorinn. Þannig virkar stjörnuþríhyrnings ræsingin. En ef eitthvað myndi bila í stýrirásinni og K2 myndi koma óvart inn, til dæmis snertan myndi tengja aftur á tímalegan, hvað myndi þá gerast? Ef að K2 myndi allt í einu koma inn og þetta hérna væri í gangi, þá yrði skamhlaup, þá yrði 3 fasa skamhlaup hérna. Já, það væri ekki gott. Akkurat. En þá held ég að við séum búin að fara yfir allir þessi atriði. Það var prófað að ræsa mótorinn og festa bremsuna, og hér var tími tekin 9,5 sekundur og straumurinn var í stjörnunni. Hann var mældist 17,7 ampere. Þetta er sem sagt ræsistraumur sem við mælum þarna. Þegar við festum mótorinn þá mælum við ræsistraum. Þá getum við mælt ræsistraumin. Bæði fyrst í stjörnunni, það er þessi 17,7, og síðan 56 ampere. Þetta er þá orðinn stöðugur, en við sjáum hann slá alveg fyrst upp í 60 ampere, 58 til 60 ampere þegar við erum að ræsa. En þarna er hann orðinn stöðugur. Þá er sennilega straumurinn aðeins minni vegna þess að vöfun er farin að hitna. Og svo er atriði varðandi þetta að þessar kröfur hérna varðandi stærri mörk mótora er alfarið í höndum rafveitna. Það setja reglur í dag það. Þannig að þetta kannski á ekki beinlínis við, en þetta var svona til þess að hafa einhver mörk í bókinni. Þá voru sett 75 kW, en það er rauninni rafveita á viðkomandi stað sem að ákveða þetta, hvað má verða mikill ræsistraumur. Já, akkurat, já, nákvæmlega. Og síðan, annars er þá önnur aðferð. Það er þessar 2 aðferðir til þess að lækka straum í ræsingu, og það er þetta sem sagt, það er mjúkræsin sem eigum eftir að fara í, og þessi stjörnuræsing í stjörnuþríhyrningsræsingu sem að við notum til þess að lækka straumin. Hvað gerum við raunverulega með vafið eða mótorinn sjálfan? Ef að mótorinn er gerður, ef við erum að ræsa hérna við þetta kerfi hérna, við 400 volta kerfi, og við erum með mótorinn tengdan í stjörnu, þá þýðir það að hann fær ekki fulla spennu 400 volt yfir sig. Fyrr en við tengjum hann í þrýting, þá fær hann fulla spennu. Þannig að það sem við erum raunverulega að gera, við erum að lækka spennuna niður í 230 volt yfir hvert vaf. Þess vegna tekur hann minni straum.
Þannig að þessar aðferðir við að minnka ræsistraum þegar við erum að ræsa skammhlaupsmótora, þetta byggir alltaf á því að við erum að lækka spennuna í hvert það. Við erum að líka lækka spennuna ef við erum með mjúkræsa, þá erum við að lækka spennuna. En við erum í rauninni þá að klippa. Svo meina ég þessu þeim sem þú tekur að þetta verður frá að við viljum hafa 400 vossa gasspennu í því. Já, því að til þess að fá fullt út úr mótornum, þegar hann getur skilað því sem hann á að skila, þá verður við að hafa rétta spennu yfir hvert vaf. Þannig að þess vegna er alltaf lægri spennumerkingin, það er fasaspennan sem að passar við netspennuna. Já. Ef við erum með 400 volta net, þá verður mótorinn að vera merktur 400/690 volt. Það er málið. Og hérna er aftur það sama að það má ekki vera meira heldur en 50% álag við ræsingu, með stjörnurísræsi og ræsistraumurinn hann verður 1/3 miðað við beina ræsingu í þrítengingu við straumtenginguna. Og hve miklum hraða maður búast við, þetta er svona mismunandi eftir stærð og álagi, og þetta er svona 70-90% hraða. Og í rauninni kannski má segja að reglunni svo þegar hann hættir að auka við sig, þá stillir maður tímaliðans á þann tíma. Það tekur bara tíman, það ræsir hann, þegar hann hættir að bæta við sig, að þá setur maður þennan tíma inn á tímaliðan. En svo getur verið einhverja aðrar ástæður fyrir öðrum tíma. En ok. Eitt atriði sem er svolítið sérstakt, sem er eftir að skoða, það síðasta atriði, það er þegar að yfirráðsvörnin er staðsett á milli mótors og seguróðans K1. Þá á að stilla hana á lægra heldur en málstraum mótorsins. Það er málstraum deilt með rótina af þremur. Til dæmis við vorum við 8,8 ampera málstraum. Ef við deilum með rótina þremur í 8,8 þá fáum við 5 amper. Af hverju þurfum við að gera þetta? Jú, vegna þess að hér erum við ekki með aðalstrauminn. Hann skiptist sem sagt hérna í þríhyrningstengingu skiptist straumurinn í aðalstraum og fasastraum. Hér erum við að fylgjast með yfirráðsvörninni, við erum að fylgjast með fasastraumum. Þess vegna þurfum við að reikna út fasastraumin og stilla yfirráðsvörnina á fasastraumin. Það má ekki stilla hann á 8,8 amper hér, því þá myndi hann ekki verja mótorinn. Það væri alltaf hátt, skiljiði. Það verður að stilla hann á 5 amper sem er málstraumur deilt með rótinni af 3. Athuguðu þetta vel. Þess vegna var hann stillt á 5 amper yfirráðsvörnin. Ok, þetta var síðasta atrið fyrir prófið. Og þá getum við notað restina af tímanum í að reikna dæmi sem að þið eigið þá eftir í köflunum. Þetta er bæði sem sagt ég var fór yfir einfasa mótorana líka síðast, þannig að við skulum láta það bara duga.